Já, þau eru sest hérna hjá mér Borgar Þór Einarsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra og lögmaður og Ingibjörg Þorsteinsdóttir, hún er formaður Dómarafélags Íslands og héraðsdómari, velkomin bæði tvö. Takk. Við ætlum að fara aðeins yfir skipanir dómara. Þetta mál hefur farið svolítið hátt eins og gerir svona endurmægis alltaf. Það var í kringum skipan dómara við Landsrétt þar sem að lauk með því að ríkinu var gert að greiða 2 umsækjendum bætur eða miskabætur. Vegna þess að þeir fengu ekki embætti þrátt fyrir að dómara valnefnd hefði talið á meðal þeirra hæfustu. Svo var Finn ráðherra settur í kjölfarið til þess að skipa í embætti héraðsdómara. Ég ætla að byrja þetta bara einfaldlega þessu. Hvar er ágreiningurinn í þessu máli? Hvar er það sem að menn virðast ekki vera að lesa lögin eða reglurnar á nákvæmlega sama hátt? Þetta er kannski tvíþætt, það sem snýr að utanríkisráðherra sem hann var settur dómsmálaráðherra vegna vanhæfis dómsmálaráðherra, að það er þessi umsögn nefndarinnar og afgreiðsla hennar af hálfu ráðherrans. Og svo kannski stærri spurningar sem vakna í kjölfarið af því, en þetta hefur athyglin verið á kannski störfum nefndarinnar og utanríkisráðherra eða settur dómsmálaráðherra fór þá leið í þessu máli að kalla eftir frekari rökstuðningi og gögnum hjá nefndinni og út frá því spunnust ákveðna svona, hvað maður að segja, deilur, að þá kom í ljós meiningamunur á lögunum og þetta var kannski svona stór atriði í því ferli. Já. En stærri spurningarnar eru náttúrulega hvernig skipum við dómara og það er kannski það sem við ættum að ræða hér. Já. Og hugleiðingar ráðherrans setts ráðherra til í bréfi sem hann skrifar dómsmálaráðherra sem hafði þá lýst yfir að hún ætlaði að endurskoða þessar reglur eða beita sig fyrir því. Að það eru held ég tillögur sem að bara er hægt að skoða með opnum huga og horfa til bóta á því lagaumhverfi sem við búum við núna. Ingibjörg, hver er svona afstaða kannski dómarafélagsins í þessu og eru þið á því að það þurfa að endurskoða eitthvað í þessu ferli? Nei, við höfum ekki hugleitt það formlega félagið sem stendur. Við höfum auðvitað, og það sem ég tala afar mikilvægt við gerum, ef við erum að skoða reglur val á dómurum, þá er markmið slíkra reglna tvenns konar. Annars vegar það að við viljum tryggja sjálfstæði dómsvaldsins og hins vegar það að við viljum tryggja að ferlið við að velja þá sé faglegt. Þetta eru meginmarkmið sem ég ger ekki ráð fyrir þessu nokkur ágreiningur Og þetta með sjálfstæði dómsvaldsins er óskaplega mikilvægt. Kjarni þess felst í því að dómsvaldið má ekki vera með einum hætti undir hælnum á framkvæmdarvaldinu. Við búum við þrískiptingu ríkisvaldsins. Dómarar hafa það hlutverk að hafa eftirlit með hinum greinum ríkisvaldsins og af þeim sökum hafa allar þjóðir og allar alþjóðasamþykktir sem fjalla með einhverjum hætti sjálfstæði dómsvaldsins það leggja gríðarlega áherslu á það að jafnvel þótt að formlegt veitingavald sé í höndum ráðherra eins og fyrirkomulagið hér, þá verði að setja því valdi verulega skorður. Og svo leið sem við höfum farið er leiðum Danmerkur og Norðmanna er að setja hæfnisnefnd sem er falið verulegt vald og takmarka þá leið vald ráðherra. Ég held að sé engin ágreiningur það í sjálfu sér að það ber að takmarka vald ráðherrans eða framkvæmdarvaldsins við þessar skipanir. En eins og lögin úr garði gerð og eins og Hæstiréttur hefur túlkað þau, þá er faktískt búið að taka af ráðherranum valdi til þess að skipa dómarana og færa það algjörlega í hendurnar á þessari nefnd. En eftir situr ábyrgðin af skipunum. Ráðherrann ber stjórnarfarslega og pólitíska ábyrgð á skipun sem hann hefur ekkert að segja. Og það hafa verið stigin skref eins og við erum að lýsa til að takmarka og koma í veg fyrir geðþótta ákvarðanir. En það verður þá að færa þá ábyrgðina til þessara stjórnsýslunefnda. Það er þá næsta skref. Finnst þér það eðlilegt? Mér finnst það ekki eðlilegt, en við getum ekki, það er ekki bæði sleppt og haldið. Það er aðalatriðið. En hvernig er þá hægt að gera þetta þannig að þetta sé með einhverjum eðlilegri hætti, þannig að ábyrgðin og tryggja þessi faglegheit sem að Ingibjörg var að nefna? Já, það er auðvitað ýmsar leiðir í því og sums staðar eru dómarar kosnir. Það er nú bara þannig, eins og í Bandaríkjunum. Og ég held að kannski erfiðara í svona litlu samfélagi eins og við búum í hér. Það er alltaf erfiðara í litlu samfélagi, en kannski er aðalatriðið það að dómararnir það hafi yfir allan vafa hvernig ferlið er og það er kannski mestu vonbrigðin í þessu ferli eins og við upplifum það að
það var gagnrýnt að væri verið að leita eftir upplýsingum. Það var gagnrýnt að það væri kallað eftir rökstuðningi. Það var gagnrýnt að þessi samskipti væri opinber. Þá ertu komið með nefnd sem hefur ekki neitt pólitískt umboð, hefur enga pólitíska ábyrgð og það má enginn vita hvað hún er að gera. Þetta gengur ekki upp. Nei. Það voru þeir meðal annars sem að svona gerðu athugasemdir við að það sem síðan var á endanum einhvers konar svona ritdeila milli ráðherra og nefndarinnar. Af hverju er það óheppilegt? Í fyrsta lagi, sko, allir sem koma að vali á dómurum verða að taka hlutverk sitt alvarlega og líka að bera tilhlýðilega virðingu fyrir þeim sem er að gegna sínu hlutverki í þessu ferli. Valnefndin, það er alveg rétt, hún er ekki pólitísk kjörin. Valnefndin er sett á fót með lögum. Hún fylgir reglum sem að ráðherra setur og hvoru tveggja er mjög ítarleg. Og hún skilar skýrslu með niðurstöðu sinni sem er mjög ítarleg yfir hátt í 100 síður, 10 blaðsíðna. Og ég hef sagt það áður að það er mjög óheppilegt að nefndin og ráðherra hafi þannig samskipti opinberlega að það sé ekki, að menn svona gæti ekki að fullri virðingu, ber ekki virðingu gagnvart hver öðrum og vandi orðfæri sitt. Ég gerði svolítið athugasemd við það hvað ráðherra var óskaplega hvass, hvað sett voru fram stór orð nefndina sem mér fannst vera ótilhlýðileg, ég var bara að segja það og mér fannst þau ekki vera til þess fallin að búa til þetta andrúmsloft sem þarf að ríkja á milli og það traust sem þarf að ríkja á milli valnefndarinnar annars vegar og ráðherra hins vegar. Við verðum að gera ráð fyrir því að allir sem koma að vali ráðherra vinni það verk af heilindum. Það er svona, og ég verð að segja eins og að þessi samskipti og þessi opinberu samskipti voru óheppileg, en ég get tekið undir það. Það er vissulega mikilvægt að nefndin geti gert grein fyrir því hvernig hún kemst að niðurstöðu og sé kallað eftir frekari rökstuðningi, það á nefndinu auðvitað að veita það. Og ég held það er ekki ágreiningsatriði, en yfirbragð þessara samskipta var afar óheppilegt. Það væri fróðlegt að vita bara nákvæmlega hvað það var í bréfinu sem var ótilhlýðilegt. Það var verið að kalla eftir upplýsingum, það var verið að kalla eftir rökstuðningi og það er mjög óeðlilegt, það er mjög sérstakt þegar ráðherrann sem ber ábyrgðina á skipuninni, hann kallar eftir gögnum frá nefndinni. Nefndin ber það svo fyrir sig að hún sé sjálfstætt stjórnvald og neitar að afhenda gögnum, neitar að afhenda þeim sem fer með fórnað skipunarvald gögnum. Og við skulum hafa það í huga að þessi gögn voru ekki til opinberrar birtingar, heldur var verið óskað eftir gögnum þannig að skipunarvaldið hefði frekari rökstuðning fyrir því hvernig nefndin komst að sinni niðurstöðu. Þannig að og það er í samræmi við siðareglur ríkisstjórnarinnar að birta þessi samskipti. Skulum hafa það líka í huga. En hvað er það, ég meina þið virðist vera tiltölulega sammála, hvað er það sem hvað breytingar þyrfti að gera annarkvort á lögum eða reglum til þess að það sé ekki þessi titringur í kringum skipanir sem gerist í rauninni allt of oft hérna? Ég held að, eins og Ingibjörg var að nefna, sjálfstæði dómstólinn er auðvitað mjög mikilvægt. En sjálfstæði dómstólinn felst ekki bara í hvernig þeir eru skipaðir. Dómararnir náttúrulega eru skipaðir til langs tíma, þeim eru tryggt ákveðið starfsumhverfi. En sjálfstæði dómstólana og þrígreining ríkisvaldsins, hún gengur líka út á temprun milli þessara greina. Það er að segja, dómsvaldi temprar löggjafarvaldi. Það dæmir hvort að lög sem löggjafarvaldi setur standi stjórnarskrá. Og framkvæmdarvaldi setur svo í umboði löggjafans og svo framvegis. Og alls staðar er grunnhugmyndin sú að lýðræðið sé hinn endanlegi, að þar sé hinn endanlega ábyrgð. Ástæðan fyrir því að menn fóru yfir höfuð út í þrígreiningu ríkisvaldsins var vegna þess að stjórnvöld höfðu ekkert ansvar, höfðu enga ábyrgð gagnvart þegnunum. Og þrígreining ríkisvaldsins er svo samofin lýðræðinu. Og því fleiri ákvarðanir sem við tökum, því fleiri málum sem við skipum án þess að lýðræði komi þar við sögu, því lengra erum við frá grunnhugmyndinni þrískiptingu ríkisvaldsins. Og þetta er kannski stóra myndin í þessu, að dómsvaldið, það er ekki hluti af sjálfstæði dómsvaldins að dómsvaldið skipi sig sjálft, heldur verður að vera temprun milli þessara þriggja greina. Þú sammála þessu? Þetta myndi þá jafnvel þýða að það þyrfti að gera breytingar á nefndinni, það sé ekki meiri hluti nefndarinnar skipaður á dómsvaldinu sjálfu. Ég held að menn verða að fara svolítið varlega í þetta. Það er alveg, það tíðkast hér á landi og það tíðkast bara í
öllum þeim ríkjum sem við viljum bera okkur saman við, sem búa við líkt stjórnkerfi okkar, að val á dómurum að miklu leyti eða minnst á kosti ásýsna með þátttöku dómara. Það alveg rétt að það ekki, dómarar eiga ekki að ráða því einir hverjir verða kollegaðir í framtíðinni. En flestir hafa nú litið svo á að dómarar hafi bara í ljósi reynslu sinnar og þekkingar eitthvað það að segja hvernig eiginleikar og færni menn þurfa að halda alltaf geta gengt í starfi. Það alls staðar, ef við bara lítum til Danmerkur eða Noregs og annarra Norðurlanda, Bretlands og víðar, þá hafa dómarar skipaðir yfirleitt meirihluta, stundum alla nefndir af því tagi sem við erum að tala um hér. Þessi niðurstaða sem var fengin eftir ítarlega skoðun og breytingarlögum sem gerða voru 2010 felur í sig svona tiltekið jafnvægi. Það eru 3 fulltrúar í nefndinni sem eru tilnefndir af dómurum eða dómstólaráði og á móti 2 öðrum. Það má alveg hugsa sér að nefndir kunna vera skipað einhvern veginn öðruvísi, en það hefur bara hvarvetna annars þar þótt við hæfi að þar kæmu dómarar að, ekki einir heldur með öðrum. Og það hefur líka verið nefnt að sko nefndin núna, svo við förum yfir það, hún skipuð eins og að sú nefnd sem starfaði til áramóta með tilnefndir fólk það sem tilnefnt af Hæstarétti, tilnefnt af dómstólaráði og lögmannafélaginu og einn fulltrúi sem kosin á Alþingi sem líta svona á að sé fulltrúi almennings. Þetta 5 manna fjölskipað stjórnvald og nefndi sem vann síðasta nefndaráliti skipuð einum dómara, prófessor og dósent við háskóla og lögmönnum. Það engin, ég held við verðum að treysta því að fólk með svona breiðan bakgrunn og mikla þekkingu hafi eitthvað vita á því hvaða hæfni þú þarf til. Og það það sem að ég kannski geri athugasemd við samskipti, hinn opinberu samskipti ráðherra. Ég geri ekki athugasemd við ráðherra óskiptir frekari gögnum eða rökstuðningi, en hann verður að virða þau mörk að nefndinni falið með lögum og reglur sem hann sjálfur setur að leggja þetta mat á umsækjendur. En það virðist samt sem áður vera að það sé ekki endilega fullkomlega þetta traust sem að þú kallar eftir. Það sé einhver, oft heyrum við, það hefur verið skrifað um svona klíkumyndun og það sé einmitt þannig að það sé verið að velja sér kollega. Ég meina, væri það ekki til þess fallið að vinna einmitt gegn því, hvort sem það sanngjarnt eða ekki, að þetta útlitið sem þessi umræða sem að getur skaðað. Væri það ekki til þess fallið að breyta ásýndinni með því að einmitt fallast á þessa tillögu sem að settur dómsmálaráðherra lagði til að breyta skipan í nefndinni? Það kann vel að vera. Nefndin ekki hafin yfir gagnrýni, en áttum okkur því að val hennar alltaf, hvað maður að segja, það orkar allt tvímælist þegar það gert. Þetta akkúrat rétt, það orkar allt tvímælist. Og þess vegna svo mikilvægt að vald og ábyrgð fari saman, af því að þetta eru allt umdeilanlegar ákvarðanir. Og í þessu ferli settum ráðherra það til að reyna að varpa ljósi á það hvernig var komst að þessari niðurstöðu. Og það mjög undarlegt að það skildi hafa mætt svona mikilli andstöðu að fá ekki gögn í hendurnar, fá ekki frekari rökstuðning og svo framvegis. Nefndin fer með gríðarlega mikilvægt hlutverk og hún að jafnaði vel samansett og það hugsun á bak við þetta kerfi. Það enginn að gagnrýna það. Það hins vegar ótækt í þessari stöðu að við séum með nefnd sem fer með veitingavaldið í raun án þess að bera neina ábyrgð á því. Nákvæmlega út af því sem þú ert að nefna, að því að þetta orkar tvímælis. Ég hef stundum borið þetta undir kollega mína á Norðurlöndum og við erum með áþekkt kerfi, mjög líkt kerfi við sjáum í Danmörku og Noregi. Og ég verð að segja svo að viðbrögð þeirra þegar ég varpa upp fyrir spurning hvernig ráðherra kemur fram í svona málum, þá skilja þeir ekki alltaf vandamál. Vegna þess að það þetta traust sem ríkir á milli og það þessi skilningur á því að ákvörðun val á dómurum verður að vera í tiltekinni fjarlægð frá hinu pólitíska valdi. Og af þeim sökum það nánast óheyrt að danskir ráðherrar eða norskir skipti sér af eða koma sér geri athugasemdir eða fari ekki að tillögu nefndar sem samsett með ekki ólíkum hætti og við höfum. Og ég held að við þurfum einhvern veginn að vinna í því að afla því kerfi sem við höfum sett þess traust sem það áskilur. Því ég vil líka benda á það
reglurnar eins og það er í dag eru búin að vera svona frá 2010 og það hefur ótrúlega margt jákvætt og gerst í kjölfar þeirra og kannski fleiri þátta, meðal annars það að dómarar eru einmitt miklu fjölbreyttari hópur núna heldur en fyrir 10 árum síðan. Við erum að fá miklu fjölbreyttari hóp inn með ólíkan bakgrunn og ólíka starfsreynslu, einmitt vegna þess að reglurnar, það beina valnefndin inn á þá braut. Ef við viljum breyta forsendunum sem nefndin vinnur eftir, þá lítum við á reglurnar og það kann vel að vera getum gert enn betur. Já, örstuð til lokin. Örstuð, bara vegna þess að þarna kom fram lykilhugtak að ráðherrann sé að skipta sér af. Ráðherrann ber ábyrgð á þessari skipun og nefndinni er falið rannsóknarvaldið. Það var það sem var gert 2010. En ábyrgðin er ráðherrans. Þannig að ég botna ekki alveg í þessar umræðu og mér finnst hún reyndar þetta kristallar svolítið vandann að þetta er orðið einkamál einhverja annara heldur en kjörinna fulltrúa að skipa dómstóluna. Og hvers einkamál er það? Það er spurningin. Hvers einkamál er það? Komist ekki með þetta, ég gerir ráð fyrir þetta að halda fram bæði í svona umræðunni og væntanlega á þinginu. Ráðherra hefur gefið það í skyn og hún vilji breyta þessu eitthvað. Við ætlum að setja niður með Kjartani Bjarna Björgvinssyni héraðsdómara og ræða eins og MeToo eftir örskamma stund.